Hver er röð reikniaðgerða og af hverju skiptir hún máli? Jú, við byrjum á að leysa svega. Númer 2 er margföldun og deiling. Númer 3 plus og mínus. Gerum þetta alltaf við þessari röð. Ef það eru veldi þá koma þau annað undan. Hérna, ég byrja. Er sví? Nei, það er ekki að pæla í því. Er sinnum eða deiling? Já, það er sinnum hérna. Þá klára ég bara margföldunina. Skrifa svarið fyrir neðan. 3 plus, af því það er 3 plus þetta. Ég er búin að breyta 2 sinnum 4 í 8. Þess vegna er þetta 3 plus 8. Og svo leysi ég bara hvað 3 plus 8, það er 11. Það borgar sig að skrifa þetta svona niður. Hérna, 5 sinnum 2 er 10. Mínusinn, 3 sinnum 2 er 6. Engin svíi, margföldun, klára hana. Svo fer ég að gera mínusinn. 10 mínus 6 eru 4. Hérna, 12 deilt með 3 eru 4. Það er deiling. Engin svíi, það er deiling, gerir hana fyrst. Það er margföldun hérna, gerir hana líka. Þegar þetta er eins og hérna, deiling og margföldun í sama dæminu, og það er hvorutveggja númer 2, þá byrja ég bara lengst til vinstri. Klára fyrstu deilingu eða margföldun, svo fyrir ég næstu deilingu eða margföldun. Kemur 9 hérna, 4 plus 9 eru 13. Hér er allt í einu komin sví. Þá þarf ég að reikna út úr sviganum fyrst og svo margfalda ég. Þó að ég gera sinnum undan plus, en af því að plusin er inn í svigan, svíin er númer 1 á undan margföldun og deilingu, klára ég svigan fyrst, 8 sinnum 2 eru 16. Hérna, 5 mínus 3, svíi, hann er númer 1, klára það fyrst. Það er annar sví, 2 plus 3 eru 5, sinnum á milli, þetta er 15. Nenn að skrifa þetta upp, nenn að skrifa, þetta eru milli útreikningarnir, nenn að skrifa þá upp og þá er þetta rosa auðvelt og þetta þurfum við bara að kunna. Svigar fyrst, margföldun og deiling frá vinstri til hægri, plus og mínus frá vinstri til hægri. Og það skiptir engu máli hvort það er plus eða mínus sem kemur fyrst eða margföldun eða deiling. Ég bara byrja lengst til vinstri, klára alla margföldun og alla deilingu, sung. Svo fer ég að klára plus og mínus frá vinstri til hægri.